Róbert, nú er þessi samningur loksins í höfn við Adidas og tilkynnt í dag. Er þetta ja, mikil breyting fyrir HSÍ? Já, þetta er töluverið breyting. Mikil fagnaðarefni að þetta sé loksins í höfn. Búið að taka gríðarlega langa tíma, samningaviðræður og eins bara frágangur á samning. Mjög stoltir að vera komin í samstarfi við Adidas. Eins og alþjóð veit, þá er Adidas náttúrulega einn af stóru merkjunum á sviðinu og eitt stærsta fyrirtækinu í heiminum á þessu markaði. Þannig að það er virkilegt ánægjuefni og samningur bara mjög góður bæði fyrir Adidas og ekki síður fyrir okkur. Margir sem spyrja núna eftir, nú er fyrir að nálgast jól og margar langar að gefa þetta jólapakkan, hvernig standa þau mál? Það er núna forgangsatriði hjá okkur og eins bara hjá Adidas og þá umboðsaðila Adidas á Íslandi að koma vörunum í sölu. Ég er að vonast eftir að við getum tilkynnt nánar það í næstu viku, hvernig sölunni var háttað. En hún verður meginu þorrunum á ábyrgð Adidas og þá umboðsaðila Adidas sinna heima. Ekki okkur eins og hefur kannski verið undanfarin ár. Og það er nú eitt að gleðiefnunum líka að vera komið í samstarfi jafnstórun aðila á Adidas að vonandi verði treyjan fáanleg víða og þannig að allir landsmenn geta tryggt sér hana í tíma fyrir jólin. Kjartan og þið starfsmenn HSÍ verðuð ekki búningasölu á stórbútunum næst? Jú, ég hugsa það. Ég hugsa nú að við tökum treyjuna með okkur og seljum hana líka staðnum. Því að það eru kannski ekki allir búin að tryggja sér henni í tíma og það líka bara myndast fín stemning í uppbytun okkar á stórmótum þar sem við erum með treyjuna til sölu. En svona almennt séð þá verður hún ekki til sölu eingöngu á skrifstofu HSÍ þannig að fólk getur farið í búðir og mátað og tryggt sér þessar fallegu treyjur sem við kynntum í dag. Fjárhagslega hefur þetta talsverð breyting á þessu? Nú erum við búin að vera í samstarfi við Kempa í 20 ár. Já, það verður viðurkennast. Þökkum Kempa kærlega fyrir samstarfið. Búið að vera frábært samstarf undanfarin 20 ár og þeir voru allir að vilja gera þeir að halda áfram með okkur. Hins vegar bara þessi samningur, þetta er stærsti samningur sem HSÍ hefur gert í þessum málum í sögunni og þetta er bara mjög stórt fyrir sambandi og skiptir okkur miklu máli. Það eru fá landslið ekki handboltalandslið í Adidas sem sendur? Jú, við erum þriðja landslið, þeir eru með franska landslið og ungverska. Hafa ekki verið með landsliða í Norður-Evrópu áður, þannig að við erum komum þar inn í portfólíónu þeirra sem er bara mikið fagnaðarefni og við erum mjög stoltir af því að Adidas hafa valið okkur til samstarfs. Hvernig var þetta? Leituðu þið eftir samstarfi við aðra íþróttavöruframleiðendur þar á meðal Adidas eða er frumkvæðið að þeirra hálfu nú þegar samningur eitthvað Kempa var að renna út á þessu ári? Sko, það má eiginlega segja að við hafum átt frumkvæðið af fyrstu viðræðum við alla og við fórum bara út á markaðinn, samningur við Kempa var að renna út, þannig við þreifuðum á hinum ýmsum aðalum og vildum sjá bara hvað var í boði, hverjir var tilbúnir í viðræður og fórum sér áfram í viðræðu við nokkra aðala, þó ekki langt nema við aðala Adidas og Kempa sem á Adidas var ofan á, en það voru mörg merki sem sýndu þessu áhuga og vildu komast að en kannski réðu ekki við samninga þessari stærðargráðu. Þetta er náttúrulega mjög mikið umfang með 2 A-landslið og mörg yngri landslið, ekki bara keppnisbúningar, heldur utanbúningar og eitt og annað, töskur og fleira og fleira. Þetta er gríðarlegt magn og við sjáum það bara að við tökum síðasta ár og næsta ár að við erum með bæði A-landsliðin okkar í lokamótum. Við erum með 5 yngri landslið líka í lokamótum og auk þess eru 3 önnur að æfa. Þannig að allt í allt voru þetta 8 yngri landslið og 2 A-landslið. Þannig að það er ljóst að það verður nóg til að æfingafatnaði, töskum og búningum og fleira. Þannig að þessi samningur er mjög góður fyrir okkur hvað það varðar og tryggir það að landsliðin okkar verði til fyrirmyndar næsta árin.